Breytingar á lánakjörum bankana gæti leitt til kólnunar á fasteignamarkaði að mati hagfræðings sem telur ólíklegt að Seðlabankinn lækki stýrivexti á næstu mánuðum. Erlend veðmálastarfsemi hér á landi er lögleysa og sorgarsaga, segir prófessor í sálfræði. Rannsóknir sýni að þúsundir Íslendinga glími við alvarlegan spilavanda. Stjórnvöld hafa í síðastliðin 20 ár sofið þyrnirósarsvefni. Catherine Connolly vann afgerandi sigur í forsetakosningum á Írlandi. Sigur hennar þykir ósigur fyrir ríkisstjórn landsins. Hnetuofnæmi í börnum hefur minnkað yfir 40% í Bandaríkjunum undanfarin 10 ár. Þá var farið að ráðleggja að gefa 4 til 6 mánaða börnum hnetur til að koma í veg fyrir að þau fengju ofnæmi. Og á Ísafirði er komið vetursins fagnað með lista á menningarhátíðinni Veturnóttum. Bæjarlistamaður ársins var útnefndur í dag og við fáum að heyra frá honum. Komið þið sæl. Fjármálaráðherra segir mikilvægt að Seðlabankinn bregðist við óvissu í hagkerfinu og hefji vaxtalækkunarferli á ný. Hagfræðingur hjá Arion banka segir augljóst að fasteignamarkaðurinn muni kólna nú þegar þrengt er að aðgengi að lánum. Óvissa hefur ríkt á íbúðalánamarkaði eftir niðurstöðu Hæstaréttar í svokölluðu vaxtamáli. Landsbankinn brást við í gær með því að loka fyrir verðtryggð íbúðalán nema fyrir fyrstu kaupendur. Vægi verðtryggingarinnar, við getum sagt að það er barns síns tíma. Það eru rök fyrir því að draga úr vægi verðtryggingar. Þessi breyting getur hins vegar haft töluverð áhrif á heimilisbókhaldið því talsverður munur er á afborgunum af verðtryggðum og óverðtryggðum lánum. Þannig væru mánaðarlegar afborganir af 950 milljón króna verðtryggðu húsnæðisláni hjá Íslandsbanka 294.000 krónur. Afborganir af óverðtryggðum væru tæplega 362.000. Þetta er tæplega 70.000 króna munur. Það mun væntanlega leiða til þess að það verði kólnun á fasteignamarkaði. Mögulega förum við í þær aðstæður að það verði bæði verðbólga og dálítið kólnandi markaður. Fleira spilar inn í óvissu í þróun efnahagsmála, gjaldþrot Play og bilun í rafbúnaði Norðuráls á Grundartanga. Arion banki hefur hins vegar litla trú á að Seðlabankinn bregðist við með því að lækka stýrivexti líkt og sakir standa. Hingað til hefur Seðlabankinn allavega ekki óttast að vera með vexti of háa og telja þá frekar að þessi hægt að bregðast við með því að lækka vexti þá hraðar ef aðstæður breytast þannig. Hins vegar telur hann líklegt að brugðist verði við kólnun á fasteignamarkaði með öðrum hætti. Í dag má greiðslubyrði ekki vera meira en 35% af launum, 40% fyrir fyrstu kaupendur og þetta hefur oft verið sá þáttur sem að takmarkar lánveitingu en Seðlabankinn getur hækkað þetta hlutfall. Fjármálaráðherra segir afar mikilvægt að Seðlabankinn bregðist við og hefji vaxtalækkunarferlið á ný. Bankinn sjálfur gaf skýr skilaboð það að hann fylgdist grannt með þessum merkjum. Nú hafa fleiri vondar fréttir komið og það er engin vafi á því að þetta flýtir ferlinu. Það er mjög mikilvægt að við horfum líka til hagvaxtar og að við köllum ekki fram einhvers konar harða lendingu. Út í heim. Heilbrigðisyfirvöld á Gaza segja að lík margra þeirra sem Ísrael hefur skilað til síns heima hafi verið bundin og kefluð. Grunur leikur á að Palestínumenn í haldi Ísraela hafi mátt þola mikla hörku. Samkvæmt vopnahlésamkomulagi sem tók gildi fyrir þessum mánuði áttu Ísraelar að skila líkum Palestínumanna í sínu haldi, rétt eins og Hamas-samtökin átt að leysa úr sínu haldi alla gísla, lífs eða liðna. Nokkrir þeirra 195 sem skilað hefur verið aftur til Gaza voru með hendur bundnar fyrir aftan bak, einhverjir með bundið fyrir augun og þá var rotnun í einhverjum tilfellum langt komin. Réttarmeinafræðingar á Gaza eru illa til þess búnir að leggja mat á það með óyggjandi hætti hvort þetta fólk hafi mátt sæta pyntingum af hendi Ísraela, en grunur þó til staðar. الآن لما يكون إنسان عاري من الملابس وموجود يديه ورا ظهره وعلامات تقييد على المعصمين والكاحلين معناها إنه people
developed serious infections on their skin, on their hands, on their legs because of the cough. Munes Muhaisen læknir komin aftur til starfa á Al-Shifa sjúkrahúsinu í Khan Yunis, einu því stærsta á Gaza. Ísraels her hneppti hann í varðhald þegar hermenn réðust inn á sjúkrahúsið og hann var heppinn að lifa áhlaupið af. Hann lýsir því að læknar og sjúkrahússtarfsfólk hafi mátt þola harðræði í haldi. تعرضنا ونحن والأطقم الصحية العاملة في الميدان ظروف اعتقال صعبة وقاهرة ليس لسبب فقط لأننا أطباء عاهدنا أنفسنا على أن نكون عونا لإخوتنا وأبناء شعبنا والجرحى من أبناء شعبنا. Afturhingað heim. Prófessor í sálfræði segir að íslensk stjórnvöld hafi sofið þyrnirósar svefni þegar kemur að erlendri veðmálastarfsemi hér á landi. Hann segir brýnt að brugðist sé við vandanum og settur rammi utan starfsemina. Daniel Þór Ólason, prófessor í sálfræði við Háskóla Íslands, hefur rannsakað þátttöku í peningaspilum og spilavanda meðal Íslendinga í hartnar aldarfjórðung. Hann segir spilahegðun hafa breyst mikið undanfarin ár. Helsta breytingin sé tilkoma ólöglegra erlendra veðmálasíðna sem hafi skotið upp kollinum í 100-tali síðustu misseri. Þær eru samkvæmt lögum frá 2005 ólöglegar. En það eru engar ráðstafanir. Stjórnvöld hafa algjörlega látið þessa spilamennsku afskiptalausa og ég segi að íslensk stjórnvöld hafa í síðastliðin 20 ár sofið þyrnirósarsvefni. Rannsóknir sýni að hálft til 1% landsmanna eigi við alvarlegan spilavanda að stríða og rúmlega 2,5% landsmanna eigi við einhvern spilavanda. Þannig að við erum að tala svona árið 2023 getur við sagt svona á bilinu 4.000 til 7.000 Íslendingar áttu við alvarlegan vanda vegna þátttöku sinnar í peningaspilum. Daniel segir að þeir sem spili á netinu séu 14 sinnum líklegri til að glíma við spilafíkn og þeir sem glími við slíka fíkn séu 15% líklegri til að svipta sig lífi. Tæplega 9 af hverjum 10 sem leita til SÁÁ eftir meðferð vegna spilafíknar stunda fjárhættuspil á netinu samkvæmt upplýsingum frá SÁÁ. Daniel segir nauðsynlegt að stjórnvöld komi að meðferðarúrræðum og forvörnum að meiri krafti. Það hafi ekki verið neina forvarnir. Landlæknir hefur eins og kom nú fram í fréttum í vikunni. Þá engin staða innan landlæknisembættisins sem hefur einhverja sérhæfingu á þessu sviði. Það náttúrulega mikil skömm. Í annan stað þá þarf náttúrulega að efla meðferð. Það meðferð í boði og SÁÁ hefur elt sína meðferð. Það sé brýnt að brugðist sé við vandanum og að stjórnvöld setji ramma utanum starfsemina. Vandi til verka, takið afstöðu til þess hvað þið vilji gera, standi með henni og hrindi því í framkvæmt. Eins og staðan núna, þá þetta bara lögleysa og sorgarsaga. Catherine Connolly verður nýr forseti Írlands. Hún langt til vinstri og sigur hennar þykir högg fyrir miðju hægri ríkisstjórn landsins. Connolly var með ríflega 60% atkvæða þegar 2/3 þeirra höfðu verið talin. Aðeins var búið að telja örlítið þegar mótframbjóðandi hennar játaði afgerandi ósigur. I want to congratulate Catherine on becoming the next president of Ireland. Catherine Connolly vinstri manneskja, mikil, og alltaf við myndum ekki setja hana svona vinstri græna eða sósíalistaflokkin hér heima. Hún hefur yfir 20 ára reynslu úr stjórnmálum, var að þingforseti lengi. Mikil friðarmanneskja, mannúðarmanneskja og félagshyggju-kona. Humphreys var frambjóðandi eins stjórnarflokkan á írska þinginu, Fine Gael. Connolly var óháð en naut stuðnings frá vinstri. Allir vinstriflokkarnir á þingi, stjórnarandstæðan, þeir studdu við bakið á Catherine Connolly, tilnefndu hana. Þetta rosalega sigur fyrir þá. Sigur Connollys tekir sína fram á mikla óánægju í garð stjórnvalda. Aðrir segja þó að hún hafi kannski þótt illskást. Margir lýstu óánægju sinni með því að gefa frat í kosningarnar. Kosningaþátttaka var sögulegu lágmarki, hún var undir 40%. Ógild atkvæði síðast þegar ég gáði, þá voru það 13% af atkvæðinu sem mjög mikið. Með sigri Connolys lætur Michael Higgins af embætti forseta. Hann hefur setið í 2 7 ára kjörtímabil og þykir hafa gert embættið sýnilegra í tíð sinni. Forseti Írlands með svona svipað hlutverku hérna heima. Þannig að hann hefur þannig sé ekki mikil völd, en þetta gríðarlega mikilvægt svona sameiningatákn fyrir þjóðina og á að vera svona þessi siðferðislegi áttaviti.
Svo þetta, netuofnæmi í ungum börnum í Bandaríkjunum minnkaði yfir 40% eftir að börnum voru, gefnar hnetur. Aðeins þurfti að gefa lítinn skammt á fyrstu mánuðum í ævi barnanna til að það hefði jákvæð áhrif. Margir með hnetuofnæmi og foreldrar barna með slíkt fá hroll við þessa sjón. Skiljanlega, því bráðaofnæmi gegn hnetum getur verið lífshættulegt. En nú virðist fundin leið til að draga úr því. Árið 2015 gáfu heilbrigðisyfirvöld í Bandaríkjunum út uppfærðar leiðbeiningar eftir nýja rannsókn á ofnæmisvöldum. If we actually introduce that allergen to children by mouth, having them eat it, before they're introduced to it via their skin, we can reduce the risk that child's going to go on to develop the food allergy itself. Aðeins þurfi skammt á stærð við baun af til dæmis hnetumauki 2 í viku og byrja á aldrinum 4 til 6 mánaða. Leiðbeiningunum var breytt í samræmi við þetta. Á þessum 10 árum hefur hnetuofnæmi í börnum minnkað rúm 40%, sem jafngildir að 60.000 bandarísk börn hafi sloppið við ofnæmi sem annars hefðu fengið það. And that's a remarkable thing, right? That's the size of some cities. Meiri rannsókna þó enn þörf. Til dæmis hafa áhrifin ekki verið þau sömu í öðrum löndum sem hafa tekið leiðbeiningarnar upp. En David Hill segir tímamótin skýr. For the first time in modern history, not only have we reduced the rate of food allergy diagnoses, but we're actually lower than we were 5 years ago. Þá förum við til Ísafjarðar. Þar Greta Sigríður Einarsdóttir fréttamaður á lista- og menningarhátíðinni Vetrarnóttum. Greta, götu, markaður, halastjörnuleit og sviða veisla. Það svona sem á að taka á móti vetrunum? Heldur betur, það búið að vera líf og fjör á Ísafirði. Bæði ungir og aldnir að geta notið listar, fengið að skapa sín eigin list og mæta á hin og þessa viðburði. Það voru listamenn opnuðu sýningar og allskyns skapandi fólk sýndi kvikmyndir og svo var opnuðu listamenn í netagerðinni vinnustofur sínar og heldur þar götumarkað. Það var líka líf og fjör og á götumarkanum í netagerðinni var bæjarlistamaður Ísafjarðarbæjar útnefndur og það var Ingvar Friðbjörn Svinsson sem hreppti hnossið í ár. Og við erum komin hérna á 13. árlegu sviðaveislu Kívanisklúbbsins Bása í Sigurðarbúð og Ingvar hérna hjá mér. Ingvar, þú smíðar þessi afskaplega nákvæmu líkun af skipum sem eiga sér sögulega fyrirmynd. Geturðu sagt mér aðeins frá því hvernig þú fórst af stað í þetta? Já, ég hef búin að vera út á sjó í 45 ár og vantaði að gera eitthvað þegar ég kom í land og byrjaði bara á þessu að skapa sögulandsins, að togara sem voru siglandi í stríðinu með fisk til Englands, mér fannst að þyrfti að vekja mér athygli á þeim. Og þetta talst verið nákvæmlega vinna, það ekki? Hvað tekur langa tíma að gera eitt svona líka? Bæði líkurinn hafa búið að taka 8.700 klukkutíma, tæplega 3 ár. Þannig að það nóg að gera. Já, það kannski líka tilefni til þess að lyfta þessari sögu meira upp en hingað til hefur verið gert. Já, þessi menn sem voru siglandi til dæmis á Júpiter í stríðinu, þær lögðu líf sitt að veði til þess að fara með fisk og bera björgu bú til landsins, skapa gjaldeyrir og... Einmitt, það tilefni til að minnast þess svo sannarlega. En vetrarkomunni fagnað víðar en hér á Ísafirði. Í Reykjavík eru ásatrúarmenn að undirbúa sitt árlega vetrarnóttablót og Erla María Davíðsdóttir fréttamaður á staðnum. Já, það er rétt. Ég hérna í Öskjuhlíðinni þar sem að ásatrúarmenn fjölmenna og ætla að blóta komu vetrar. En hjá mér er hún Alda Vala Ásdísardóttir Goði. Þetta ansi stór dagur hjá ykkur, ekki satt? Jú, fyrsti vetrardagur, þá blótum við eitt af 4 stóru höfuðblótunum okkar. Og eins og þú sagðir, þá erum við að blóta komu vetrar og þetta markar náttúrulega upp á vetrarmisseri sinni í gamla tímatalinu og þá skiptist árið í 2 misseri, sumar og vetur. Nú, þetta er líka svolítið sérstakur tími að því að á fyrsta vetrardag og núna í kvöld að þá líkur veturnáttum sem standa frá því síðastliðin 50 dag þegar að sumri lauk og þessar veturnætur og fyrsti vetrardagur er í rauninni íslenskur Halloween tími hjá okkur því á þessum tíma að þá leika ýmsar verur og vættir lausum hala og það er einhvern veginn þynnra á milli heima
og þetta mun eldra heldur en Halloween hátíðin sem verður síðan haldin næstu helgi sem við höfum tekið upp hér Íslendingar. Og þið eruð að fara að halda núna smá Pálinnuboð og fólk að fjölmenna hérna og svo verður hérna einhver helgiathöfn á eftir, ekki satt? Ó já, blótið okkar náttúrulega blóthelgun hér með helgiathöfn, þar sem að goði helgar blótið og við erum hérna með smá athöfn fyrir utan og þar sem allir taka þátt, en að því loknu þá förum við inn og borðum saman á Pálínnublóti og fórum hvort annað. Frábært. Kæra þakkir og góða skemmtun í kvöld, en við látum þessu lokið þá hérðan úr Öskjuhlíðinni. Takk fyrir það, Erla María Davíðsdóttir, og við ætlum að fara næst og segja ykkur frá þessu. Haldið var upp á 100 ára afmæli framhaldsskólans á Laugum í Þingeyjarsveit í dag. Gamlir nemendur fjölmenntu til að fagna tímamótunum. Hér í Laugaskóla almennt mikið fjör en kannski sérstaklega í dag. En fyrir 100 árum síðan á fyrsta vetrardegi var skólinn settur og því eru mikil hátíðahöld hér í dag. Jú, Laugaskóli 100 ára, var settur í fyrsta vetrardag árið 1925 og þess vegna höldum við upp á 100 ára afmæli í dag. Það var mikil baráttu saga, menn byggðu þetta hér í sjálfboðavinnu og vegum héraðssambandsins og gáfu sýslunni skólan til að mennta ungmenni. Síðan höfum við gengið í gegnum lífdaga nokkrum sinnum og síðast 1988 þegar við urðum framhaldsskóli og svo fengum við leyfi til að útskrifa stúdenta og við erum hér enn, eini gamli héraðsskólinn sem enn að mennta ungmenni og gerir það vel. Já, finnum læk, litla laut, tínum grös, sjóðum graut. Finnum læk, litla laut, tínum grös, sjóðum graut. Sko, ég á ekkert nema góða minningar. Mér finnst ég hafa verið í hláturskasti hérna í 2 ár. Það sem sérstakt náttúrulega þetta íþróttalíf, en ég kom ekki nálægt því. Ég fekk að vera hérna svona gamalt bíó sem heitir Þróttó og við fengum að vera þar hérna, sem við vorum svona í listamegin í lífinu. Og vorum þar held ég bara allan sólarhringinn að spila músík og spjalla. Hver þín uppáhaldsminning héðan? Mín uppáhaldsminning örugglega bara því ég kom hingað fyrst. Þegar maður var að kynnast öllum og hvað var gaman og spennandi. Hvað sérstakt við Laugaskóla? Það bara yndislegt að vera það. Þetta góður vinnustafur. Og sem nefnandi var þetta náttúrulega dásamlegt. Já, ég kom hérna 1988 í 9. bekk og útskrifaði síðan 93, lifði það að vera hérna öðru og þetta var 2 ára skóli, framhaldsskóli, svo 3. og 4. ári. Ég var í elsta árgangi í 3 ár og skapaði fullt af hefðum og mörgum ósiðum sem ég þurfti svo að taka af 25 árum seinna sem skólameistari. Finnum læk, litla laut, tínum grös, sjóðum graut. Svo veðrið. Úrkomusvæði gengurinn á land með kvöldinu með vaxandi austan og suðaustanátt og snjókomu eða slyddu en síðar rigning við suðurströndina og hlýnar heldur. Norðlægari vindátt á morgun og dálítil slyddaða snjókoma gæti stungið sér niður í flestum landshlutum. Hiti nærri frostmarki. Nánar það eftir íþróttir. Það réðst í dag hvaða lið falla niður í fyrstu deild þegar síðasta umferð neðri hluta bestu deildar karla var spiluð. KR, Afturelding og Vestri gátu öll fallið. Ísland vann 2-0 sigur á Norður Írlandi í umspilum sæti í A-deild þjóðadeildarinnar í gærkvöld. Leikmönnum þótti gott að finna sigur tilfinningu aftur. Íslandsmeistaraskjöldurinn fór svo loksins á loft í Víkinni, heimsmeistaramótinu í áhaldafimleikum lauk og við förum yfir sitthvað fleira í íþróttafréttum hér að loknum fréttum. Þá skulum við rifja upp helstu fréttir. Breytingar á lánakjörum bankana gæti leitt til kólnunar á fasteignamarkaði að mati hagfræðings sem telur ólíklegt að Seðlabankinn lækki stýrivexti á næstu mánuðum. Erlend veðmálastarfsemi hér á landi lögleysa og sorgarsaga, segir prófessor í sálfræði. Rannsóknir sýni að þúsundir Íslendinga glími við alvarlegan spilavanda. Catherine Connolly vann afgerandi sigur í forsetakosningum á Írlandi. Sigur hennar þykir ósigur fyrir ríkisstjórn landsins.
Hnetuofnæmi í börnum hefur minnkað yfir 40% í Bandaríkjunum undanfarin 10 ár. Þá var farið að ráðleggja fólki að gefa 4 til 6 mánaða börnum hnetur til að koma í veg fyrir að þau fengju ofnæmi. Þá þessu lokið hjá okkur í bili. Það má nálgast fleiri fréttir og fréttaskýringar á rúv.is. Við kveðjum ykkur að þessu sinni frá Húsavík og töfrandi sólarlagi þar yfir Skjálfandafljóti sem Kristófer Óli Birkisson, myndatökumaður, tók á dögunum. Takk fyrir í dag, verið sæl.